og Jóhannes Páll Friðriksson. Lið Breiðablik skipa númer 5, Gísli Þór Gunnarsson. Númer 6, Óli Elvar Bjarnason. Númer 7, Oddur Örn Ólason. Númer 8, Bjarni Sveinn Eiríksson. Númer 9, Arnar Jökull Magnússon. Númer 10, Aron Brynjar Þórðarsson. Númer 11, Breki Þórðarsson. Númer 12, Snorri Vignisson. Númer 13, Matthías Örn Kjartansson. Númer 14, Brynjar Karl Ævarsson. Númer 15, Víkingur Árnason. Þá komið að við Grindavík á Foss. Númer 4, Jón Þórðarsson. Númer 5, Magnús Breki Þórðarsson. Númer 6, Yngvi Guðmundsson. Númer 7, Hilmi Sexi Kristjánsson. Númer 8, Kristófer Breki Einarsson. Númer 9, Hlynur Ægir Guðmundsson. Númer 10, Aðalsteinn Pétursson. Númer 11, Ívar Árni Bjarnason. Númer 12, Halldór Hjartarson. Númer 13, Matthías Óli Einarsson. Númer 14, Rúnar Helgason. Númer 15, Patrik Þórðarson. Númer 53, Jónas Þórisson. Og númer 55, Jóhann Löndarsson. Þjálfari Grindavíkur er Jón Árni Ólafsson. Þetta byrjar auðvitað að lýsa sæti og líða á brúðsönginn. Komið sæl, velkomin að leik í Ellandfólki drengja bikarúrslit. Liðin sem bætast eru Breiðablik og samliðslið Grindavíkur og Þorlákshafnar. Þórs og Þorlákshafn fyrir ekki við. Hörkur leikur í vændum. Hvað segir allir? Já, hvað segir þið? Ég heiti Eyjólfur Þór Gunnlaugsson og með mér er Atli Geir Júlíusson. Mikið rétt. Ég held að við verðum að byrja á því að hrósa áhorfendur frá Kópavogi. Þetta er náttúrulega, það kom rúta held ég. Það er hálfstúkan, það mætti aldrei vera heima velli. Já. Það er Grindvíkingar, það er fréttatími núna, þeir koma eftir fréttir. Þessi lið það var mæst nokkuð sem skilst mér í vetur og unni sinn hvort leikinn. Og Breiðablik var nú seinni leikinn töluvert stórt. En það nú er bara bikarkeppni og það geta alltaf orðið óvænt úrslit þar. Eins og reyndar gerðist í síðasta leik, skilst mér. Það verður óvænt að Haukar hafi unnið Keflavík í 9. leik Stjörnunnar. Það er nú samt aldrei jafnt held ég þar. Það? Já, eða svona maður veit ekki, Haukar eru að koma sterkir þar. Stórar og sterkar stelpur hérna í Haukaliðinu. Já. Það er nú hægt að segja saman með Breiðabliksliðið, en hérna séu allavega 3 2 metra menn, sýnist mér. Já, það eru lítið út fyrir að svona frekar stærri.
stærra lið. Já. Þetta hérna... Þetta 11. flokks, hvað var ekki sammenning í haust núna hjá Grindavík og Þór? Ég held að séu 4 leikmenn Þór Þórðarssonar allavega. Já, það eru 4 í liðinu núna. Og þeir hafa bara styrkt gott lið Grindavíkur. Grindvíkingar voru nú Íslandsmeistari í þessum flokki lengi framan af. Já. En svo mistuður nokkra sterkar leikmenn og fengum þá þessa Þórsar í staðinn. Já, já. Góður sending og Þorlákshöfn. Já. Alltaf gott að fá góða sendinga þaðan. Já. Og alltaf líkur að þeir mætist Grindavík og Þór Þorlákshöfn í 8 liðúrslitum í Dóminusdeild karla. Já. Eins og útlitið er núna. Já. Já, það lítur þannig út. Eftir leik, já, ekki nema þeir Haukar tapi. Já, já. Jæja, mínúti leik. Við vonumst bara eftir spennandi leikæfi. Það er bara þannig. Við höfum okkar að fara við byrjunarliðin hjá þessum liðum. Jó, jó, við getum gert það. Breiðablik, byrjunarliðið, þá er það númer 10 Aron Brynjar Þórðarsson, númer 11 Breki Gylfason, númer 12 Snorri Vignisson og 13 Matthías Örn Karolsson og 14 Brynjar Karl Ævarsson. Breki Gylfason, 203 cm á hæð. Já, sæll. Grindavík er það, Grindavík Þór, er það Yngvi Guðmundsson, númer 6, 7 Hilmir Kristjánsson, 8 Kristófur Breki Gylfason, númer 10 Aðalsteinn Pétursson og númer 12 Halldór Hermannsson. Hilmir setti ykkur 40 plus í undanúrslitum móti KR, átti stórleik. Stórleik þar. Dómarar leiksins, já nú er ég ekki með röfnir á þeim. Ekki Þór Aðalsteinsson. Veist ég því miður. Nei, við erum ekki nógu... Herru, þetta var að stað. Grindvíkingin á boltanum. Já. Halldór með boltan. Sending inn í á Halldór. Rinni sendingu, já. Lausbolti. Lausbolti, já, þetta er alveg þetta. Uppkast. Breiðablik fær boltan. Brynjar Karl fyrir upp á körfunni. Vel gert en hitt ekki. Frákast hjá Yngva. Snorri brýtur á honum fyrsta villan á Snorra auðvitað. Við getum náttúrulega ekki farið í gegnum þessa útsendingu á þess að tala um Gumma Braga eins og í öllum öðrum útsendingum. Yngvi hérna númer 11 með sonur hans, Guðmundur Bragason í Grindavík. Legend í Grindavík. Hilmir fyrir upp. Hilmir fyrir upp. Hittir ekki. Við taka frákasti gríðarlega háa sem leikmaður hérna númer 11 hjá Breiðablik. 203 cm. Ekki slemt að hafa svoleiðis leikmann. Og hann skorar með stóðsendingu frá Snorra. Grindavík með boltan. Halldór. Hilmir fyrir sterkur upp og skorar. Glæsilega gert. Hann verður að fara að körfinu og ætlar að skora. Sterkt. Þeir fyrir að skera það Breiðablik, enda með stórt lið. Þriggja skor. Hittir ekki. En Halldór, hann stígur þetta. Reif boltan og Snorra þarna. Lendi fyrir utan. Þeir fá nýja skóklungu Breiðablik. Brynjar setur upp. Það er skrín. Hörðu og þriggja stiga skot. Og Snorri tekur frákvæmst. Sterkur strákur. Bara sterkt upp. Nei. Svenna. Blikarnir tapar boltanum. Yngvi stelur og fer alla liðu. Og brennir af en Breki brýtur á honum. Já. Og 2 skot. Þetta var bara vel gert hjá Yngva. Ráðast á korfuna.
Þeir mega nú sennilega ekki við í Breiðablik að missa þennan númer 1 en Breka í einhver mikil villuvandræði. Háas strákur, gott að hafa hann inn í. Yngvi setur það að venju. Og aftur Grindavík kom yfir 4-2. 4-2. Og léleg sending hjá Blikum. Aðalsteinn stilur honum. Vel gert hjá Aðalsteinn. Og Yngvi tekur þrist. Hittir ekki. Kemur fáði hraðablöfu í bakið. Brynjar tekur frákastið. Gefur hann á Snorra. Og Snorri fyrir sterkt upp og skorar. Vel gert. Glæsilega gert. Þetta hraður og skemmtilegur leikur hérna. Þetta var kærulislegt, virkilega kærulislegt. Menn verður vandað sér betur í bikarúrslitaleik. Töluvert að töpuðum boltum hérna. Freki fær hann á blokkinni. Tryggir þessa skot. Tryggir þetta skot. Þeir missa það. Og Halldór kemur aðvífandi og rífur þetta í sig. Svo gammur bara. Og skorar! Þetta... Einhvern tíma hefur þetta vill á þetta. Já, einhvern tíma. Einhvern tíma verður þetta vill á þetta. Hann kannski stóð vel í lappirnar hana. Stígur út af. Góð vörn. Það Tróðið taldi ekki hjá Breka. Það taldi ekki. Taka 2 sekundur á klukkundin, segir dómarinn. Sóló kallaði kerfið Sóló. Aðalsteinn biður hann. Aðalsteinn að fara hérna Sóló. Nei. Og Halldór tekur þriggjastaskot og setur það. 9-4 í upphafi. Fallegt skot. Þeir eru góð byrjun á Grindvíkingum hérna. Gríðarlega góð byrjun. Og Þórsurum raunar. Já, Herðu og Breki á frábæra sendingu á Snorra og hann skorar. Klárar þetta. Gott að vera svona stór og geta séð vel yfir. Það er ljóst. Og Breki tekur hinu liðinu og hittir ekki. Hilmir tekur var loftbolti. Þetta er rándýr. Spurning hvort þetta skráð sem stóðsending eða hvað. Já. Þetta á lítið frekar skoti fannst mér. Og koma Breiðablik. Þjóðveikandi sett upp, agaður í sínu leik hérna. Og fengur gott færi en brenda af. En Breki tekur frákastið og setur hann onni. 11-8. Aðalsteinn og hann lætur rífa sér boltan en boltin út af og Grindvíkingar er innkast. Þessi Grindvíkingar setja upp, bara beint upp í skot og onni. Já hérna. Hann var að minnskosti metri fyrir utan. Já. Það minnstakosti. Það þarf ekki að segja yngvað að skjóta. Nei, það er ekki. Nei. Tvöfald á hann. Nei, jú. Óheppinn. Þetta var nú dálítið öðra þröngar en Já. Þeir koma beint tilbaki á hann. Þristur. Stórstrákur ætti að fara með aðkörfinu frekar en frá henni finnst mér. Herðu, Snorri, jafnsterkur, tekur hérna frákast. Og Villa á Hilmi. Hann er ekki sáttur með þetta drengurinn. Já. Það er gott. Það er betra að hugsa leikinn heldur að hugsa dómarana. Já. Breiðablik, heldur Rósun áfram. Og þriggjastaskot skot. Þetta er ekki langt frá. Þetta var bara varið skot og ekkert annað. Já, mér sýndist það. Glæsileg sending hjá Yngva og Halldór skorar. Þeir keyra mikið upp völlinn fyrir takan. Líta vel út þessu augnabliki. Já, 16-8 fyrir Grindavík Þór Þorláksson. Og Breki enn eitt þriggjastaskoti. Honum leiðist ekki að skjóta fyrir utan þó þetta sé ekki þetta í honum núna. Nei, hlýtur að hafa gert eitthvað tína fyrst. Já, víst hann er að taka þetta.
Og Hilmir. Tristur. Brennir hann. Hann ekki að hitta vel eins og í síðasta leik. Nei. Sem hann brendi vall af skoti. Og hitt tekur frákastið hinum megin. Hilmir tekur frákastið. Og Breki líka tekur tryggja sér skot. Þetta er skotkeppni bara núna. Já, þolinmæðin ekki, menn er alltaf ekki skynsamir. Þú morðið það þannig, þeir eru að taka, þetta er náttúrulega opið skot kannski. Breki hittir ekki, nei, Þetta leit ekki vel út. Misti boltan einhvern veginn. Hilmir, Snorri, góða gætur á honum. Og Yngvi, og tekur frákastið sjálfur, glæsilega gert. Hittir ekki, Breki með frákastið. Tristur. Hver á þennan bolta? Mönnum leiðist ekki að taka þriggjastaðaboltann í röstinni, það er alveg á hreinu. Breiðablik tekur leikhlé. Ef við að kíkja á okkur á tölfræðina. Já, það er Breki með 4 og Snorri með 4 hjá Blikunum. Og þeir eru með samtals 10 frákast, Snorri með 4 og Breki með 3. Þeir eru með 3 tapaða bolta. Og 0-6 í Tristum. Þeir eru með mikið stærra lið, þeir eru það fara með miklu meira korfunni. Miklu meira. Halldór er komið með 7 stig og með 100% nýtingu. 2-2 í 2 og 1-1 í 3. Með 2 frákost. Yngvi með 4 frákost. Og 5 stig. Hvernig frákostabaráttan á milli liðanna? Grindavík með 9 frákost og Blikarnir með 10. 3 tapaði boltar á Blikana. 2 hjá Grindavík. Og Grindvíkingar kom inn og það er sama lið og byrjaði. Það kemur með sýnist koma leikmaður. Nei, það er enga breytingar hjá Breiðablik heldur sínsmenn. Spurning hvort að þjálfararnir hafi ekki sagt mönnum að vera aðeins skynsamari í leikliðinu. Matthías tekur boltan inn. Gefur hann á Brynjar. Og Brynjar æðir að körfunni. En er blokkaður. En nær honum sjálfur aftur og skorar. Sjálfur endur ekki við blokkað þetta skot. Sóknarfrákostin eru rándýr. Yngvi með skot, hittir ekki. Snorri með enn eitt frákastið. Og það er hlaup. Og Brynjar skorar. Þetta, þeir hafa náð að spjalla saman í leikliðinu Breiðablik. Já, þeir hafa spila miklu kraftmeiri vörn núna heldur áðan. Miklu betri. Mér sýnir bara væri gerði Grindvík núna. Heyrðu, það er læti. Uppkast. Uppkast, já. Hann er ekki sáttur við þetta. Skipting, já. Kemur leikmaður númer 4 inn á Jón Þráinsson. Og Breki fyrir út af. Breki fyrir út af. Kristófur Breki, kallaði Breki. Og fýtt skot hjá Hilmi, hann er ekki að setja því í dag. Ekki þessu leiklut allavega. Þeir eru nú bara hálf sofandi hérna heimamenn. Heimamenn og Þorlákssona leikmenn. Miklu áræðnari ráðast á þetta. Blikarnir líta vel út bara í augnablikinu. Víti. Er þetta ekki bara fyrstu vítin í leiknum með því? Nei, ekki, þeir við fengum vítið á Grindavík. Það fengum vítið á Grindavík. Já, það er rétt. Já, við tölum alltaf um Grindavík. Þeir eru líka í gulubúningun, kannski ekki skrítið að maður auglist. Hann hittir einungis við fyrra Brynjar. Brennir úr seinna. Og Hilmi tekur frákastið. Og Halldór sterkur upp. Og setur það. Og vill að auki. Já. Glæsilega gert. Halldór sem spilar. Hann fekk kurvuna góða yfir. Já. Þorláksson var búi, sterkur og áræðinstrákur. Hann var að spila í gær, sá ég, á móti Haugum. Hann er að fá mínútur hjá meistaralokki kalla þessi piltur. Já, enda er bara virkilega efnilegur. Já, góðu formi. Góð vörn fyrir Grindvíkingum. En svo fór þið bara frá honum.
og Hilmi fær sína aðra villu. Skipting. Staða 19-13. Hlynur kemur inn á fyrir aðaltinn. Tvö skot hjá Brynjari. Já. Hittir bara öðru áðan. Setur fyrra. Já. Já. Og hann setur bæði onni. Vel gert. Vel gert. Það er útlitt fyrir spennandi. Já, 19-15 fyrir Grindavík Þór Þorlákshöfn. Halldór fyrir að körfinni og skorar aftur. Glæsilega gert. Glæsilega gert. Já, hann er búinn að vera gríðarlega öflugur. Tók stórt hliðað seinna skref. Mjög vel gert. Það er ekki oft sem að sér þetta hérna. Þarna hittir hann ekki. Óheppinn, gríðarlega óheppinn. Þetta var rosalega. Skipting. Aleinn og hittir ekki. Leikmaður nr. 15 á Breiðablik. 15 á Breiðablik, já. Víkingur á kantinu, kemur inn á fyrir Brega. Já, 1-2 metrar strákur fyrir annan. Já. Það er ánægilegt að sjá stóra stráka í þessu. Já. Glæsilega gert hjá Halldóri. Kemur úr Hlynur setur það og broti á honum í leiðinni. Þetta er bara rándýrt prógram í gangi hérna. Frábær sending. Hlynur fyrir hamförum þessa stundina. Nei, Halldór segi. Halldór, já. Hlynur brennir af og Víkingur tekur frákastið. Brynjar stjórnar sókninni eins og venjulega hérna hjá Blikunum. Og platar Yngva og fer upp en hittir ekki. Hilmi með frákastið. Já, hann fyrir alla leið. Þetta var alveg glæsileg skrín hjá Hlyni hérna. 25-15 allt í einu staðan og 10 stiga munur. Það er 6-0 brettur hjá Grindavík, var ekki 19-15 rétt á hann? Jú, passar. Og Vill og Halldór. Skipting á Grindavík, Breki kemur inn á fyrir Hilmar. Hilmi, djók. Menn eru svo vanir að kalla hennar mann sexy, maður mann í hvað heitir lengur. Við skulum kalla hann Hilmi, hann heiti það. Hann er komið 2 villur. Já, við vill ekki hafa með 3 villur í hálfleik. Nei. Mjög skynsamlegt. Viðskiptin meðan gengur vel, þá er betra að skipta. Brynjar áræðin hérna og setur Doni, glæsilega gert. Þetta er gríðarlega góður strákur. Hann er bara að tekið við fyrir Breiðablik. Búinn að skora hérna held ég ykkur 5-6 stig í röð. Allavega hana. Hann er komið 7 stig. Já. Byrjaði hittir illa í upphafi. Það er Vill á Víking, Grítur á Halldóri. Er komið bónus? Já. Það komið bónus. Bónus á báðum liðum. Já, bónus á báðum liðum. 18 sekúndur eftir að leiklutunum. Mikið skor. 25-17. 25 stig á Grindavík. Hann brennir af. Þetta skotið. Það er Róni í sín Þetta fyrir Róni. Já, 26-17. Breiðablik renna henni í síðustu sókn leiklutar sennilega. Þau verða að hafa... Það er ljóst. Og þá er það bónusskot. Já, hann var og seinni í hetsi hann held að þetta sé bara hár rétt. Já. Skiptinga, Hilmi kemur inn á aftur. Já. Í frákastið. Hlynur kemur út af. Skulum hérna vona fyrir Grindvíking og Þór Þorlákshöfn að Hilmi fær nú ekki að krækja sér í eins og einn ruðning hérna í lok leikhlutans. Nei. Hann er greinilega settur inn á til þess að taka síðasta skoti. Og Brynjar heldur uppteknum hætti og setur og búinn að koma í 9 stig. Hvorki meira niður minna. Rosalega flottur núna. Það er bara 50% stigum.
Hann fyrir bara alltaf leið til einhverjum. Og fær 3 stiga skot. Er það bingo? Nei. Það var íbúið. Það er vel gert hjá Halldóri. Það var mjög gott. Það fekk frýtt, alveg dauða frýtt skot þarna. Yngvi kannski vanur að setja þetta niður. Já, 26-17 eftir fyrsta leikluta, mikið skor. 26-19 segir tablan. 2019 og 17 hérna á statuna, bara ekki komið inn. Nei, það er ekki komið inn sennilega. Já, 26-19. Það er alveg blötusnúður í húsinu. Halldór er stigasti maður vallarins með 13 stig. Já. Brynjar kom með 11. Síðan er Yngvi með 7 hjá Grindavík Þór. Frákast aðeinslu leikmenn. Það er Hilmir og Yngvi með singur 4 frákastinn hjá Grindavík Þór, en Snorri með 6 hjá Blikunum og Breki og Brynjar með 3. Já, Breiðablik er að taka 16 frákast, meðan Grindavík tekur 11. Breiðablik er með 6 sóknarfrákast. Já. Og þar er sennilega, Snorri búinn að taka 4. Þetta eru með Snorri með 9 framlag eftir 1 leikluta. Brynjar með 11 stig á 7 framlag. Breki hjá Blikunum komin inn aftur, þeir eru komin með 2 báðu stóru strákana sinna. Men Halldór er hvíldur hjá Grindavík Þór. Já, hann fær að blása núna. Jón Þráinsson hjá Grindavík Þór komin inn á. Já. Og Hlynur komin aftur. Já. Snorri tekur skot, hittir ekki. Frákast Grindavík. Nei. Og Breki tapar boltanum og brýtur á Snorra. Blikar með innkastið. Breiðablik með innkast, já. Og góð sending hjá Víkingi hérna og tróð. Og tróðna hérna. Það er ekkert annað maður, það er dýr. Já, það er gaman að þessu. Já, virkilega flott. Góð sókn hjá þeim. Eru þeir að detti í svæði hérna Breiðablik? 2-3 svæði. Þeir eru að nú gera svo Grindavík að setja niður skotin, þannig að þetta kannski... Hilmi fyrir upp, brotið á honum. Auðvitað, ráðast á koruna gegn svæðinu. Reyna að fara inn á milli. Setur niður fyrra vítið, Hilmir. Já, kannski finnur hann fjöluna sína á punktinu núna. Hann hefur ekki verið að hitta eins og allavega í síðastuleik. Hann er nú kannski ekkert að ætla til þess. Nei. Það segir ekki 40 stig back to back bara endalaust. Grindavík bara áfram í maður og mann. Það er svolítið hæðar á styrsta munur þarna. Enda kom það fljótt í ljós. Já, missa boltan. Blikandi tapboltan og Yngvi stilar honum. Og setur þristinn eða hvað? Nei. Nei, hann er ekki að finna fjöluna sína Yngvi. Við vitum hvað hann getur hitt. Jón náði frákastinu en þurfti að henda honum inn á og Brynjar fyrir að körfinu eins og venjulega og setur. Nei, jú, það var honi. Það er gengið á mannin æði. Það er bara þannig. Hann setur allt honið þegar hann kemst hann inn í teginn. Grindvíkingin fyrir ekkert aldrei staðir. Það er heilvið reyðst á. 3 sekúndur. 3 sekúndur á leik. Það hefði nú viljað sjá Brynjar nota spjaldið. Maður var gamla skólunum en meðan hann setur þá er erfitt að kvarta. Erfitt að kvarta. Gamla góða spjaldið. 28-23, finnst þið að munur. Vorum við 10 stöður rétt á hann. Já. Og hann fer enn eins inn á körfunni. Og gefur á Snorra á... Þetta er rosalega. Og Snorri notar ekki spjald og hittir þess vegna ekki. En notaði reyndar ekki heldur núna. Þetta er rosalega. Þessi sóknarvörður, hann fer í öll frákvöldi sitt reyndu. Já, hann er virkilega duglegur. Virkilega duglegur. 1.96. Virkilega duglegur strákur. Já, 28-25. Ég held að sé... Var ekki 25-15 rétt á það? Jú. Það er 10-3 rönn hérna. Halldór kominn inn á. Já. Var það kannski einhvern veginn á hann, maður er ekki að fylgjast með kannski. Jón tekur 3 skot og setur það.
góð þversettingi Halldóri hérna. Já. Hann bara Halldóri allt í öllu þessu Já, liði. já. Grindavík Þór núna búinn að vera. Það var gríðarlega öflugur. Hörðu, þarna þvílíkur hæðamunur og glæsilega gert hjá Breka. Virkilega Gott stórt skref að körfinu og bara sett þetta. Og Jón sá sig knúinn til þess að brjóta á honum. Já, hann hefði mátt bara kannski brjóta harðar. Það er hann ekki hitt. Það er vel gert hjá Breka. Með miklu minni mann á sér hann. En hittar ekki vítinu. Brennir að vítinu og Hilmi tekur frákastið. Halldór. Frábæra sending. En ekki nógu vel gert hjá Hlíni hérna. Nei. Og Hilmir er ekki að setja. Hilmir brennir það. Já, og fiskarruðningin. Æja, hann vann þetta. Já, þeir fiskar sem róa. En þetta var hann fyrir þetta hringir hann út. Ég sá það ekki. Jú, nú væri gott að fannst að vera ansinn nálægt körfunni. Nú væri gott að geta bröðið bara á endursýningu. Við sjáum þetta ekki hérna heldur, maður rétt sér í línuna. Víkingur kemur út af. Og hann ekki sáttur. Aron kemur inn á aftur. Já, hann byrjaði inn á einmitt. Já. Þeir eru ennþá í Fylging að setja upp mútið svæðinu. Þetta var mjög auðvelt. Hann setur þetta ekki. En Breki hans náðast. Slæmi hendi hann í boltan. Blokkan. Og Snorri sterkur. 31-29. Hann bara vissi ekki af manninum hann í liðina sér. Nei, þetta er sterkur strákur. Æ, henni tapaði boltinn. Ég held að Grindvíkingarnir þurfa að fara að taka leikli. Og Snorri. Það gekk á mannin. Þeir eru Brynjar og hérna Snorri. Þeir eru sóknarlega allt í öllu hjá Breiðablik þessa stundina. Þetta er bara rauningur. Þeir ljóta að taka leikli. Snorri komið 10 stig. Leikli. 31-31. Þeir eru heldur betur komnir tilbaka Breiðablik. 16-6 núna í þessum leikluta. Já. Eða 12-5. Leiklutin er 16-6 run. Já. Stöðunni 25-15. Já. Svæðið eitthvað að hella þá hérna. Já. Grindavík Þór. Já. Vandar svolítið þolímaði í sóknina. Já. Á móti svæðinu. Breiðablikarnir komið 7 sóknarhrókast. Já, Snorri þar af 5. Það var komið 4 eftir fyrsta. Tók eitt rándýrt á hann og sett hann. En Grindavík Þór er með 15 frákast. Reyndar 4 sóknarhrókast. Eru með 20. Tryggja sér skotin nú ekki að falla hjá liðunum. Nei. Ekkert hjá Blikum. 3 af 11 hjá Grindavík. 3 af 11, jæja. Þar af 2-0 hjá Hilmi sem er bara uppið til 50% skita svona venjulega. Já, þetta er venjulega kringstæðin. Það er bikarúrslitaleikur, það er ekkert venjulegt í gangi hérna. Menn verða að hafa punkti að klára þetta. Það er bara þannig. Aron fyrir alla leið. Já, þeir ráðast á körfuna alveg trekk í trekk. Já, það er grímt. En það hávaxi lið. Já, mjög. Og Brynjar tekur skot, hittir ekki. Nei. Breiðablik tekur frákastið. Þeir eru komin yfir Breiðablik. Þeir eru gríðalega grimmir í frákastið. Einn af stórum mönnum hjá þeim, en hann náði frákastið. Þeir voru 2 það, þeir rifist það. Og Jón tekur skot, hittir, glæsilega gert hjá honum, glæsilega gert. Það er svona þegar menn stíði fyrir þriggjastaðalínuna. Plataði varnarmanninn upp í loftið og kom sér í góða stöðu og skoraði. Og Aron reynir fyrir upp. Þeir taka annað frá... Nei, hann Snorri, hann er í öllum boltum. Hann er í öllum boltum, hann er rosalegur hérna inn í tegnum. Já.
aðeins meira flæði henni á mútisvæðinu hjá Grindavík. Nei, þetta var alveg vonlaust frá upphæfi. maður hefði ekki átt að segja þetta. Þetta er svona eina af þeirra reglur sem kenndar eru svona fljótlega, ekki fara upp í loftið að hún sendir boltan. Hei, Snorri brennur af. Heyrðu, hvað er að Svo gerast? bregðast crosstré. Já. Og Hilmir fer upp og hittir ekki, en Jón tekur frákastið. Virkilega vel gert hjá Já, Jón að Jóni. fylgja svo eftir. Þeir tapa boltanum enn einu sinni. Þeir tapa boltanum bara. Þetta er allt auðvelt hjá þeim vikonum. Og Jón fær sína aðra villu og 2 vítaskot. 2 vítaskot. Brynjar með 2 vítaskot. 2 vítaskot, 33-33. Vörnin sérstaklega á Breiðablik að herðast. Grindavík að koma með 25 stig eftir einn leikluta. Búin að skora hérna 8 í hálfum núna. Menn eru bara algjör. Það voru komið 26. 26. Já, það eru 7 bara í þessum leikluta. Sem er hafnaður. Og Brynjar, hann klikaði. Svona 6-5 í vítum held ég. Það er mjög gott. Þetta var hæpinn sending. Halldór hékk þarna í loftinu. Já. Mikið dýrðamaður. Og brotið á honum. Það er sérlega gert. Setur fyrra víti niður. Halldór kom með 14 stig. En hittir hérna. Og Breki tekur frákastið. Hann ætlar að skora. Já, þetta var nú bara einnar mann sókn. Það voru ekkert mikið fyrir að gefa hann þarna. En þetta hefur hann verið að skora. Já, þetta hefur ekkert verið að klikka hjá honum sko. Og brenna hinum einn líka. Þetta er... Já, svona vantar svolítið skynsemi í þetta núna hjá báðulegum. Þetta er þáttið göstlagangur. Jæja, senda blikarnir upp. Og tapar boltanum. Allir Grindavík tapa honum bara móti til að vera með. Nei, ekki ennþá allavega. Og Jón tekur skot, 3 stiga skot, hittir ekki. Snorri með neitt frákastið. Já, þetta eru menn sem þarf ekki að segja að skjóta. Það er bara þannig. Alli á Snorra, hann lappaði fram í honum. Óheppinn, tekur sóknarfrákastið. Já. Og gefur hann á Breka og Breki skorar. Þá er það skipting. Já, Hilmir hefur fengið högg. 34-37 fyrir Breiðablik. Grindavík Þór Þórðarsson. Þeir eru bara lakar aðal þessa stundina, það verður bara að segja þetta eins og er. Þá kemur Nökkvi inn á, Nökkvi Nökkvason. Nökkvi? Nei, þetta er Breki. Þetta er Breki, maður. Það er Nökkvi. Breki komin aftur inn á. Já. Er þetta ekki bara byrjunarliðin hjá báðum liðum, sýnist mér? Já, sýnist það líka. Þeir eigi vandræði með svæði Grindvíkingarnir. Þetta á nú ekki að koma á mönnum kannski óvart, en maður veit það ekki. Þetta er bara, þeir eru aggressífir í svæðinu Breiðablik. Og Ingur gefur á Hilmi sem er blokkaður að Breka. Það er gott að hafa svæðisvöld með þessum stóru strákhenninni. Já, þeir eru bara að spila fína svæðisvöld. Já. Er hann Halldór nokkuð að detti villumvandræði? Nei, þetta sé önnur villan á. Held ég. Brynjar setur hann, kemur þessu í 4 stig. Skipting aftur á Grindavík. Setur bæði 34-39. Brynjar kom með 19 stig, eða ekki, 17 stig. 17 stig. Hann er á stórleik. Stórleik alveg.
og Hilmi setur. Hilmi skora, hann var nú kominn tíminn til fyrir Grindvíska og stuðningsmenn og þá frá Þorlákshöfn. Þetta er hörkuleikur. Já, þetta verður alveg fram á lokasekundu spennandi. Breki gefur á Snorra sem að leita undir körfunni og þeir brjóta á honum. Já. Snorri fær 2 víti. Snorri er bara að vera komin í tvöfalda tvennu hérna í fyrri hálfleik. Spurningum að hann takir stóðsendingan þar aðeins í seinni hálfleik og færi þrennuna. Þetta er sterkur strákur. Já, virkilega. Og bara með góða stróku á þetta. Virkilega flott. 36-40. 2:40 eftir. Og þetta eru Dóni. Bæði Óni. Grindvíkingar þurfa að finna einhverja lausn gegn þessu svæðisvörn eða þeir alltaf. Yngvi æðir að körfunni og hittir ekki Hilmi frákastið en brotið á honum frákastinu. Breki, mér sýnist Breki brjóta. Dæmir hann að Breka? Nei, dæmir hann Snorra. Dæmir hann Snorra? Snorri Snorri með 2 vítur. Já, 2 vítur. Ég held ég að fór línuvilt. En Halldór var af hásina 3. vítina. Já. En þegar hann komin út að drengur, þeir vilja hafa inn hann með sér í seinni hálfleik. Já. Hilmi fer upp og skora. Þetta var rosalega vel gert á Hilmi. Stór skref. Virkilega vel gert. Breiðablik kemur í svo. Vandræðum hana. Þeir eru að... Vörnin er að... Já. Góð vörn þarna í Jóni. Vörnin Virkilega er góð. að eflast hjá Grindavík. Dæmavillu. Brotið á. Það er 2 vítaskot. Já. Það er bara 2 vítaskot. Eitthvað að fatta slugið hérna Breiðablik. Grindvíkingar aðeins að setja smá. Já, er eflast. Bæta vitni tönn. Já. Góð vörn hjá Jóni hérna á hann. Hann hoppar ágætlega. Já. Þetta eiga að vera 2 örugg stig. Hann er ekki háesinn, hann hoppar bara mjög hátt fannst mér. Og Yngvi með 100% í vítum. Það er bara leikleg Breiðablik. Breiðablik ætlar að klára þetta með stæl. Og það er að stilla saman strengi hérna fyrir síðustu 2 mínútur. Basspása á þulunum hérna. Staðan 41-40 fyrir Breiðablik á móti Grindavík Þór. Stigastu menn hjá Breiðablik er Brynjar með 17, Snorri með 12 og 9 fráköst og Breki með 10 stig og 7 fráköst. Já, hjá Grindavík Þór er það Hilmir, Halldór með 14 stig og Hilmir með 10 og 7 fráköst. Halldór kom í villuvandræði með 3 villur. Þannig hann er á bekknum í augnablikinu. Aðeins að spara hann. Það hefur dreigið aðeins drónglingaðan gaman hérna í öðru leikluta sem á öllu Grindavíkurliðinu. En þetta er ennþá klónsleikur. Það hefur ekkert hræðilegt gert. Nei. Þannig að nú verður bara bæði lið að spýta í lófana og klára þennan hálfleik með sænt. Það væri nú satt gaman að fá. Hvernig væri að fá þessu framlengingu? Já. Jafnvel 2. Myndum ekki kvarti við því. Nei. Þeir eru ekki bara hérna fyrir út að þryggja eftir einu með boltan. Já. Brynjar er alltaf að klára þetta. Það hittir ekki. Nei, og Snorri með neitt sónur ás. Nei, hann misti boltan. Þeir fara í öll frákust Breiðabliksmennirnir. Já. Herðu Hilmi með frýtt skot. Það er bara þannig. Hann er búinn að vera að setja núna 2-3 skot og að koma sér inn í leikinn. Maður gefur Hilmi ekki svona skot. Það er bara alveg hlutur sem
liðið með ekki gera. Breki með boltan hjá Breiðablik. Og Brynjar með 3 stiga, hittir ekki og Aðalsteinn tekur frákastið. En Snorri var í honum. Hann dæmir Grindavík boltan. Já, þetta var... Maður deilir ekki við dómaran. Nei. Þetta jafnast út ef það gera mistök eins og Snorri verður að passa sig samt. Þeir eru enda á með 2 villur. Og Breki tekur frítt skot. Þessi var af allan tíman. Hilmir með fína baráttu. En Breiðablik er koma nú svo. Brynjar með boltan. Já, hann allar alla leið. Nei. Gefur hann Aron og fær hann aftur henni í teig. Og gefur hann aftur út á Aron. Aron, nei, þetta var Mattías og Aron sem tekur skotið. Ruglaði þarna leikmönnum fyrir gerði. Og Grindvíkingarnir tók upp á því að stíga Breiðablik út. Já. Og Ingur með frítt skot, hittir ekki, tekur frákast sjálfur, vel gert í honum. Hann sá hvert hann var að fara. Snorri ætti í hann, mist hann þá fram í sér í frákastið. 16 sekúndur eftir, þeir ætla að taka síðasta skoti Grindvíkingar. Og Breki með dauða fyrst skot, 2 stiga skot. Og Grindavík þóra allt inni konum 4 stigum yfir og Breki tekur 3 en hittir ekki. Þessi var hálfleikur 45-41 í hálfleik. Grindavík Þór Þorláksson yfir 4 stigum. Eigum við ekki bara að kveðja og tökum smá pásum. Já, við förum yfir stjórnfræðina hérna við byrjun seinni hálfleiks. Flottir. Bara verið þolinmóð, takk fyrir. Þetta leikaraskapur. Dómari, viltu koma að kissa pappið? Lengjan, þú veist betur. Klassískur, ítalskur, laufléttur, pönnu, þín pizza, þinn botn. Dominos. My brothers! Warner Brothers kynna. Look at the man who fights at your side. 300, Rise of an Empire. There is no nobler cause than to fight for those who will lay down their life for you. So you fight strong today. Fight for your brothers. Fight for your families. Most of all, you fight for your freedom. 300, Rise of an Empire. Komin í bíó. Embrace your past, but live for now. Now put your arm on this, 'cause I put it. Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörðum fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reitir. Velkomin til starfa. Alltaf tími fyrir Dominos. Þess vegna höfum við opið langt fram á kvöld og allan sólarhringinn í Skeifunni. Pantaðu með appi á netinu eða í síma 58123445. Dominos. Samfum kynir Pompeii. Stórfengleg mynd með Íslandsvinnunum Kit Harington úr Game of Thrones í aðalhlutverki.
this the end of the world? We must flee the city. Pompeii, frumsýnd 14. mars. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipta. Jæja, velkomin aftur gott fólk. Herri, ég ætla að var yfir tölfræðina hérna. Já, gerðum það. Já, hérna Grindavík Þór svona aðeins minnkaði munn í frákostum hérna í restina og þess vegna komast þeir yfir. Þannig að Breiðablik múið taka 27 frákost en Grindavík Þór 26. Grindvíkingar skoruðu 9-0 síðustu núna í lokin. Já. Svona aðeins herstu vörnina og þá kom sóknin með eins og vanalega. Já. Stigastu menn hjá Breiðablik, það er Brynjar með 17 stig, Snorri með 12 og þar af 9 svo er með 9 frákost og þar af 6 sóknarákost, hvorki meira en minna. Þetta er rándýrt. Breki með 10 stig og 8 frákost. Hjá Grindavík Þór er það Halldór með 14 stig og Hilmir með 13 og 8 frákost. Hörðu, okkur ekki setjuna boðið. Nei, þetta er bara að hefjast, seinni hálfleikur. Já, það eru spenna bara. Já, það eru spenna, það er bara. Mér sýnist bara bæðileg byrja eins og þau byrjuðu fyrir hálfleikur. Já. Þetta er enga breytingar, engin villuvandræði til að tala Halldór með 3. Já. Grindavík, það vilja náttúrulega ekki missa hann í 4, allavega ekki strax. Frábær sending hjá honum, frábær sending. Frábær sending, hann er búinn að vega stórleika þessi drengur. Já, þeir mega bara ekki missa hann í villuvandræði, það er bara þannig, byrja ekki með hann. Já, og fer að körfunni eins og stórum manni Sæmir. En... Já, hann ætlaði að setja hann yfir spjaldið drengurinn. Já, hann það hefði nú verið gaman að sjá þetta detta. Hefði nú átt að fara beinuleiðina, ekki þarna á ská. Já, hann hefur hæðin í þetta, hann á að skjóta bara yfir þessu stráka. Grindavík, Þór Þorláksson með boltan. Aðalsteinn. Þetta var hæpinn sending hérna maður, en... Hilmir var hérna með það í höndunum, hann var búinn að skjóta hann á greipan. Já. Og færa aftur. Og það er onni, Bösser bara, síðustu sekundur skotlingunar. Setur hann gríðarlegan þrýst. Það hefur verið hárþurkan í hálfleik hjá Grindvíkingum. En mæta hérna gríðarlega vel stemdir. Villa. Og Breki fær villu. Já. Núna verða
Breiðabliksmenn að svara fyrir sig. Breki á Brynjari. Breki með mjög góða fótarhreyfingar en það munar svolítið á hæð og kílóum þannig að hann að fara á hann inn í. Snorri með hann, Brynjar hann bara fær, hann fær boltan. Hann hlýtur að ráðast á körfuna. Það 24 sönda klukkan gall þarna. Hann ætlaði að fara að dæmi Hilmis en hann náði því ekki. Mér finnst þetta bara að vera að byrja dálítið eins og leikurinn. Byrjaði. Breki tekin út af. Já, Breki tekin út af. Víkingur kemur inn á. Fekka villu, hvað? Ég veit ekki hvað það var. Hann bara þarf aðeins að blása. Þvílík sending maður. Hvað er að gerast þetta? Hvað er að gerast þetta? Þetta var 5. eða 7. stóðsendingin í Halldóri. Já, hann búinn að vera. Grindvíkingarnir og þeir frá Þór Þórðarsson eru Yngvi. Þeir ætla allavega ekki að... Það einhver svona óskynsemi hjá leikunum fyrir stundina. Nei. Þetta hefði bara verið... Þetta hefði verið ómikið. Já, þetta var svona... Þeir þurfa að koma sér rólega aftur inn í leikinn. Brynjar ætlar að reyna að koma með minni í dættur. Eins og hann gerði í fyrirháleik. Yngvi aleit þarna. Hvað gerir hann? Alif. Og Yngvi tekur þriggjaskot, hittir ekki. Og, heyrðu, það er... Halldór. Hann búinn að bara taka yfir þetta. Þetta er rosalegt. Rosalegt. Heyrðu, hún ramast. Halldór Hermannsson. Ég segi nú bara, hvað er í gangi? Þeir voru, það var nánast jafnt í hálfleik. 11 stiga munu núna 2 mínútur, rétt rúmar 2 mínútur liðnar að þriðarleikluta. Grindavík með að skora hérna sókn eftir sókn. Sjáum þetta hérna, við erum að reyna að kippa tölvunni í gang. 54-43. Glæsilegt. Jæja, hvað heldur þeir að við rættum í leikliðinu Breiðabliksmennirnir? Já, þeir eru að vera að herða vörnina á Hilmi sérstaklega og Halldóri. Og Halldór, þeir þurfa að passa þessa 2 og svo þurfa þeir að fara að klára í sókninni. Já. Sína aðeins meiri skynsemi líka í sókninni. Þeir Snorri og Brynjar, Brynjar alveg, hann fer hamförum. Hann með mjög gott. 20 stig. Kemur á ferðinni og fer beint upp í skotið, góðu jafnvægi, frábærlega gert hjá honum. Þetta er náttúrulega ekki hægt. Hann er svo sterkur þessi strákur. Þeir verða bara... hvað eiga þeir að gera? Ég segi það nú bara. 56-45. Breiðablik með boltan. Og Víkingur tekur skot og bara beint honum í. Glæsilega gert. Glæsilega gert hjá honum. Nú verða þeir að stoppa. Það er ekkert sem heitir. Grindvíkingarnir í... Hilmir fær hann. Hann fer bara allalega á körfuna. Gefur á Alstein og Alstein fær villu á hvern. Ákveð dæmaðir segja ég nú bara. Á 10, Aron Brynjar Þórðarsson. Og Breki að koma eftir inn á. Já, hann er einn af, Tekur Aron út af. Breki kemur nú. Þannig að þeir eru konum með bara... Gríðarlega hávarslu. Já, nú er bara upp undir 2 metra meðalhæð hjá Blikunum þessu stundina. Já. Og Alsteinn setur þetta niður. Já. Fyrstu stiginn hans held ég. Það væri náttúrulega, fyrstu stiginn hans í leiknum. Já. Og setur niður bæði. Hann er lefty. Baróttu hundur hann Nalli. Breiðablik með boltan. Ok, hvað gera þeir? Þeir eru að leita á Snorra. Þristur. Og Matthías setur þrist. Þessi var mikilvægur maður. Matthías setur þrist. Þessi var mikilvægur. Hann ekki hleypa of langt frá sér. Og Yngvi fer beint í miðuna. Og fær villu. Þetta var villa. Það er ekki mótmæla. Það setti hendurnar yfir hann. Það verður að beint hendurnar. Dómararnir segja Víkingi vinsamlegast að hafa sig hægan. Og hann sennilega gerir það. En
Þetta öflugur strákur, hann verður bara að svara fyrir sig á vellinum. Brýtur þarna af sér. Og Yngvi búinn að vera 100% vítanýting í leiknum. Hann heldur því áfram. En það svona smá líf í Breiðablik. Sérstaklega sóknarmegin. Og hann heldur áfram að setja vítin. Já, þetta telur. Það getur munið þetta í lokin. Brynjar kemur með hann. Brynjar Karl. Og Snorri, hann í góð hjálp í Aðalsteini hérna. Já. Og Víkingur fyrir upp, hittir ekki. Og Hilmi tekur frákastið. En bæði Breki og Snorri í þessu. Þeir eru duglegir hérna undir körfunni, maður. Og Halldór fyrir alla leið. Og fær villu á... Hvert fær hann villu? Á Brynjar. Já. Brynjar, þetta er önnur vill annars. Já, þeir eru duglegir að ráðast á körfunagrindvíkingarnir. Þetta hefur einhvað sem Jó hefur sagt þeim í hálfleik. Fara á körfuna. Já. Ekkert verið hræddur fyrir þessu stóru stráka. Brennir af. Nú verða þær að stíga út, þeir gera það líka Breiðablik, þeir taka nú þetta frákast. Ef hann brennir af þar að segja. Já. 61-50. 11 stiga munur. 11 stiga munur. Hvað, þeir þurfa að fara að klóra í bakkanum. Já, þeir þurfa að minnka munin fyrir síðasta leikluta. Það er bara þannig. Annars verður þetta orðið svolítið erfitt. Vel gert hjá Brynjari. Og tapar boltanum. Og Yngvi, hann fer alla leið. Glæstilega gert. Lætur stela sér boltanum. Og stela hann sjálfur aftur. Og villa á Mattias. Það er hamagangur. Mattias náði slá í boltan hann hjá honum. Það var flottur snúningur hjá honum. Hann varði boltan ekki nógu vel, þannig að hann náði að setja slæma hendi í hann. Það er leikli hjá Breiðablik. Það er hamagangur í kóðunum, kann ég segja ykkur. 60-50. Hvað segir, er eitthvað skemmtilegt að gerast fyrir gangvart tölfræðinni? Já, Halldór er komið heil 19 stig og Brynjar hjá Blikunum 21. Hilmir Grindavík 20. 9 frákost þar. Já, Snorri hefur ekki gert mikið í þessu leikluta. Nei, það er svo hann að Þeir hafa talað með þetta hálfleik. Já. Að halda honum frá körfunni. Já, síðan dregur náttúrulega á mönnum. Ég held að hann hafi spilað, hann spilaði, hann hvíldi allavega ekki mikið í seinni hálfleik, í fyrri hálfleik. Nei, það voru 3 leikmenn hjá Blikunum sem spiluðu allan fyrir hálfleikin. Og þeir eru ekki fannir út af öndarsvennilega. Þannig að það er svona það gæti fara að draga mönnum. Hilmi hvíldi halva mínútu hjá Grindavík þó, hann er einnig með mesta spilatíman í fyrir hálfleik. En hann er ekki fann að fara út af þetta í þessum leikluta. Nei. Þannig hann er komin í 25 mínútur. Tæpar. Herðu Grindavík á hann eftir þetta. Halldór í innkastið, setur við kerfi Yngvi hjá boltan og tekur 3 stiga skot og hittir ekki. Og Aron tekur frákastið. Hann er komin inn og aftur. Já. Og Mattias er farin út af. Þeir fara á körfuna. Og Aron fyrir upp, hittir ekki. Og Víkingur Theo, hann skorar. Setur hann önn í drengurinn. Glæsilegt. Tók hann bara í lofti og sett hann onni og bruta á honum. Og setur hann vítið. Já. Hann þakka pent fyrir sitt drengurinn. Hann var eitthvað fúll á hann. Hann er að svara fyrir sig núna. Það var alls að brauta á honum. Hann er komið 2 villur. Já. Þeir eru aftur komin í svæðisvöldina. Og Hilmir með skot. Frýtt skot. En ekki hvað. Hann er ekki búinn að brenna skoti síðan hitt úr sinni fyrsta held ég. Nei, þeir verða að fara að stoppa Breiðablik. Það er ekki nóg að skora núna, þeir eru að stoppa líka. Og Aron fær boltan hérna á þriggjastilinna. Þetta fer onni. Nei. Óheppið þarna. Og enn eitt sóknarákastig á Breiðablik. Já. Vel gert hjá drengnum. Aron Brynjar. Frábær heimi. Já, virkilega sýnir vel boltan og lætur það hoppa og fer svo bara fram hjá þeim. Þeir láta gapa sig hvað eftir hann það. 8 stiga munur. Núna væri rosalega flott hjá Breiðablik að stoppa. Fá ekki körfu í andlitið. Og Aðalsteinn upp. Þetta er bara Ruðningur. Og fær sendan á sig Ruðning. Aðalsteinn er ekki sammála. Það er 3. villan á hann. Og kemur út af. Gríðarlega mikilvægt fyrir... Hlynur og Jón koma fyrir Aðalsteinn og Breka.
Þetta var líka fínt fyrir leikinn. Auðvitað viljum við fá jafnan leik. Það er bara þannig. Þetta eiga menn ekkert að vera hnúast hann niður þig. 4 mínútur eftir að þriðja leikluta, staðan 63-55 og Brynjar æðir á körfuna. Já, eins og áður. Og er blokkaður af Yngva og Hilmir. Hvað gerist núna? Og Yngvi 2 á móti 1 en hann brennur af. Hann brennir af, strákur. Jæja, Breki með hann. Fór allt á lind í þetta, hann hefði þetta bara tróða þessu helst. Það er ekkert verri að menn myndu vera skynsamir, en heyrðu, hann setur þrist. Já. Aron var tekinn út af áðan og verður ekki verið sáttur og ætlaði að sína hann eigi að vera hann inn á. Og Halldór fyrir einu sinni en... Þetta er svakalega sætt, maður. Jöfundur. Nei, afsakið. Maður segir ekki svona í beint útsendingu. Það var svona bara Jordan-stæl eitthvað, sko. Því líkt tiltrif hjá báðu liðum, bara núna Aron, Brynjar og... Þetta líst mér betur á hjá þér, Breki minn, en hann hittir ekki. Hann vill fá villu, ósáttur. Óefinn strákur, þetta var fínt hjá hann. Herðu, og Jón aleinn í hotninu. Opinn í hotninu. Og setur hann. Þetta er algjör. Og það er komið í 10 stiga mun aftur. Rándýr. Og Brynjar áfram. Og setur hann. Nei, hann brennir. Svakalega gott stjápstöpp hann hjá honum og bara byntu. Óefinn strákurinn. Vill á Snorra. Hann er að detti í... Já, hann er að detti í 3 villur. Það er svo sem ekkert áhyggjur af. Kemur leikmaður númer 5. Magnús Breki Þórðarsson inn fyrir Sexy. Það er bara þannig. Nei, Hilmir, meina ég. 68-58. Hann getur komið þessu upp í 12 stiga aftur yfir. Já. Komið í 11. Alvöru menn setja þetta niður, það er bara þannig. Komið í 20 stig. Já, hann er bara búinn að eiga ofsalega góðan leik. 21 stig hjá Halldóri. 6 stóðsetningar og 5 fráköst. Já. En það er nóg eftir þessu leik. Hann gæti náð sér í þrennuna þess vegna. Aron Brynjar kvartar hana. Já. Þeir fara óhræddir inn í tegin á körfuna. Já, þessi Aron Brynjar er bara búinn að vera góður núna. Það er ekki enda komið með... Hvað er hann komin í, drengur? Hann er komin í 5 stig. Já. 5 stig, hann voru að skora hérna 2 síðustu körfuna. Já, það er bara... Setur víti. Hann var orðið bara þreyttur á að skora ekki. Setur upp bæðið niður. 7 stig hjá Aroni. Virkilega flott. En hann... Þeir verða að gera tilbaka. Halldór með hann. Gríðarlega falleg heim. Er þeir ná ekki að klára? Og Aron Brynjar. Hittir ekki. Hver tekur boltan? Herðu. Vill á Yngva, það er rétt. Já. Þeir voru orðnir ansi margir leikarnir í tegnum, það var svo sem á að geta stoppað þetta. Já, það er bara á 10 þessu. Það er bikar í við líka. Já, nú, það er komið bónus. Já, skotréttur. Báðum liðum. Nú verða menn að minnka sláttinn. En þetta var bara baróttu villa. Menn fyrirgefa þetta. Og Brynjar setur sitt 24. stig. Nei, 22. stig. Hann er komið 9 frákjöst að auki. 6 stóðsetningar. Herðu, þeir komið svo aftur niður í 8 stig. Og spennan heldur bara áfram. Þeir verða að stoppa núna. Eru áfram í svæðinu. Mikið dripp. Þetta hefði nú til að tekja. Ég hefði sennilega lagt frá mér headsetið og lappaði yfir bara. Aron heldur uppteknum hætti og gefur hann á Snorra og Snorri skorar. Aron Brynjar reverse. Þetta til og þvílík segja Björn drengur. 60 munur, komin í 60 mun. Komin í 60. Þetta er svo hrætt að gera. Þetta er náttúrulega móðir allra íþrótta, við skulum ekki gleyma því, gott fólk. Game of runs, sem þau segja upp á Engilsaxinskuna.
Það er líka ánægilegt að sjá hvað margir eru á leiknum. Virkilega gaman. Vel mættu Kópavoginum. Vel mættu Kópavoginum. Virkilega vel mætt. Sér sé maður líka hérna Haukastelpur upp í horninu hægra megin. Þær að fara að spila. Unglingaflokkur kvenna ef ég man rétt. Sumar þeirra sýnist mér nýkrýndir bikarmeistarar í 10. flokki að spila hann upp fyrir sig. Stóru strákarnir Grindavík komnir inn á aftur, Hilmir og Aðsteinn. Þeir eru ekki stóri miðað við stóru strákan hjá, en þeir eru okkar stærstu menn eða Grindvíkinga. Já. Herðu, hvað gera Grindvíkinga? Þeir eru að svara. Svæði hann þá. Það er svæði áfram. Og Jón Aleinn. Og Hilmir fær frýtt skot. Þetta var virkilega erfitt, fannst mér. En hann hefur verið að setja hann. Hann hefur settu erfiðar þetta. Skipting á Grindavík. Yngvi kemur út af. Já. Breki kemur inn á. Erðu Eyvi, Breiðablik getur minkað þetta niður í 4 eða 3 stig. Já. Þetta verður spenna alveg út leikinn. Það er nokkuð ljóst. Alli mætir. Hvað gera þeir? Þetta er aldrei mikið svona sóló en sjáu þið. Og Víkingur, nei, bara loftbolti. Jæja, hann bætir upp fyrir þetta drengurinn. Hann fer allan á koruna, nei, skynsamur út í horn með hann. Hvað gerir hann? Og setur hann. Jón setur hann. Hann er hann búinn að 2 þrista hann í röð. Þetta var rándýrt. Það er bara þannig. Þetta er mikilvægt að móti sæðina. Og Víkingur, nei, aftur brennir hann af. Breki tekur frákasti, vissir hann. Hörðu, þeir eru rétt opnir á okkur en þeir. Bara boltan og Víkingur snertna síðast. Það var ljóst, við sáum það vel hérna. Já. Og hvað? Komur í 9 stig. Grindvíkingar í sókn. En Alli hérna megin maður. Sjáu þið Alla, upp með þið drengur. Og Alli á vinstri hendina. Það er ekki að spyrja að því. Þetta er hans. 19, 18, þetta er hann að detti í 4. Hvað gera Breiðablik? Það er 11 stig munur aftur, bara 1, 2 og 3. Þeir verða skoriði. Það var allavega mikilvægt. Hann fyrir upp í þrustin drengurinn. Nei. Þetta var 6 sekúndur eftir, Grindvíkingar hafa tíma. Og frábær sending. Hann missir boltan. Þetta hefði verið skemmtilegt. 10 sekúndur brot eftir, það er ekkert að gera þeim tíma. Nei, það er ekki hægt. Nei, ekki eftir vísindi segja annað. Nei. Ekki gekk það upp. Herðu, 11 stiga munur. Já, 11 stiga munur. Þetta var komin í 6 efi. Og þeir voru með boltan, þeir hefðu getað minkað þetta enn frekar. Já. Herðu, skoða hérna Brynjar hjá Blikum og Halldór hjá Grindavík Þór eru með 23 stig. Hilmir með 22. Snorri, hann setti 2 stig í þessum leikluta og þá er það bara upptalið. Hann hefur ekki tekið frákast í þessum leikluta. Það munar minna, en 11 stiga munur. Hann verður að stígu upp, drengurinn. Aron gerði það reyndar og skoraði heil 7 stig í leiklutunum og var mjög áræðinn og gerði vel. Eyvi, heyrðu í mér? Já, ég heyri í þér. Það er gott. Jæja, ok. Við ætlum að fara yfir tölfræðina eða eitthvað? Ég var nú að lesa þetta aðeins yfir þetta. Hvað lest yfir? Það er jafnt í frákastarbaráttunni. Já. Jafnt nánast, Grindavík búið að gefa 3 fleiri stóðsendingar. Já, það er þetta svæðisvörnin, þá svona komið dettinn stóðsendingar til frekar, þá eru menn láta bolta ganga heldur en þetta. Shake og bake, ef við má nota það orð hjá Blikunum. Nei. Hann setur þetta niður. Alveg ákveðin í það. Þetta var hann búinn að ákveða áður hann kom inn á sko. Hann ákveði þetta bara í gær. Hilmir svarar þessu. Hilmir svarar. Hann svarar þessu. Já, þetta er æðislegur leikur. Það er að gera. Brynjar, hvað ætlar hann að fara aftur? Herðu. Snorri fær hann. Hvað gerir Snorri? Fer á vinstri henni. Nei, og hent honum bara einhvern veginn. Hann var of þungur fyrir hann að setja. Já.
Nú. Halló. Þetta var svakalega fallega gert, en hann náði ekki að klára. Já, ég hefði viljað sjá hann gefa hann í horni á Jón. Jón á búin að setja 2 þær í röð. Hann var ekki sammálaðir. Þeir vilja þurrka gólfið. Það fyrir að leka mönnum svítinni. 10 stiga munur. 67-77. Grindavík Þór í vil. Já, þetta 9 mínútur og 16 sekúndur eftir. Og þegar skín úr andlitum Bleikana einbeitingin, þeir allar reyna að ná þessu. Já, ég held þetta, þeir munu gera það. En þeir þurfa að byrja núna. Heyrðu, hann allar í annan. Nei, þessi gekk ekki. Og Hilmir tekur frákastið. Gefur hann að Halldór. Hefði verið svakalega. Já. Það ennþá svæðisvörn. Halldór Hermansson. Hvað gera þeir? Alli fyrir bara upp í skot. Nei, hann hitt ekki. Breki með frákastið. Brynja með boltan. Ég heldur verið nú að fara aðeins að skipta. Breki kom með 2-2, 10 stig og 10 frákast. Nei, það var ekki. Hann gerði allt saman rétt nema að klára ekki. Já, það engin hreyfingin skóð og síðasta augnablikið í henni. Það bara þannig. Þeir verða bara að stoppa aftur. Það ekki nóg bara að koma sér í færin. Þú voru að nýta þau. Halldór færa hann út í körfun. Og Hilmir með 30 stig. Nei, það var ekki 30 stig skot. Ekki? Nei, en hann bretti líka, það skipti ekki. Já, en Breki tekur frákastið. Þeir dæma villu. Villu á Brynjar. Hann er komið 3 villur. Brynjar er komið 3. Já. Það er allt í lagi. Heyrðu. Þetta var mjög kæruslegt. Þú voru að ná í bolta þá grípur hann. Þú getur ekki bara verið að horfa eitthvað út í loftið. Menn verður að halda einbeitingu. Nei, glæsilega gert. Snöggt skref í snúningnum. Skildi á báða eftir. Voru 2 í honum. Og þeir sá þann kost vænstan að brjóta á honum. Og Hilmir fær 2 vítaskot. Og Halldór hvílir. Ekki hafa hann þreyttan, þá fara hann 4. villuna. Það er nokkuð ljóst, held ég. Já, gef honum smá pásu. En nú verður fróðlegt að sjá hvað Grindvíkingar kan gera. En þetta er 11 stig. Hilmir á línunni. Hann setur þetta drengurinn. Hann er komið 26 stig. Eins og Brynjar hjá Blikunum. Og hann var nánar stigalaus þetta fyrsta fannst manni. 13 fráköst. 2 stóðsetningar. Þannig hann er að setja eitt góðan. Þetta var rosalega. Þetta var vel gert, já. Snorra í mjög erfiðri stöðu. Það eru svona stóri menn að hreyfa sem að fatta. Þetta manni finnst þetta ekki vera hægt. Þetta var glæsilega gert hjá. Honum Breka fara að segja. Já, ég veit, já. Klára hann þetta rosalega. Já, það var mjög þröngt hjá honum. Já, þröngt með að sátti sitt. Það er bara þannig og hann var ánægður. Hann skýtur, ég veit það bara. Ég sá það í gær. Nei, og hittir ekki, og Yngvi tekur frákastið. Þetta hefði verið svo, hann þýðir ekki að tala um það. Ef og hefði. Og Hilmir með 3 skot, Alli tekur frákastið. Sóknarfrákast. Alli er að koma sterkur inn. Ég ætla að fara að láta meira sig kveða. Þetta var skref. Ég er sammála honum. 69-79. Grindavík Þór Þorláksson yfir. Og það er allt. Rúma 7 mínútur eftir. Hvað gera þeir? Brynja gætt hann á. Nei, hann er farin að... Vildan Karvan, góð maður! Þessi var svakalegu Breki. Hann er búinn að vera... Hann bjóti körfun á hann. Já. En von núna. Nú er hann kannski, nú ætlar hann að taka bara á því. Hann er komið 12 stig og 11 frákost, drengurinn. Já. Gætur sett í það 13. hérna. En hittir ekki og Aðalsteinn með frákastið. Skotinans hafa ekki verið að detta Breka. Hún að taka nokkur þristar sem hafa jafnvel bara stundum verið dálítið vegi off. Og þetta víti, fór ekki onni. En hann er flottur strákur. Já, mjög flottur. Framtíðamaður, 2-0-3 á hæð. Já. Sjáu þið. Með góða vörn á Hilmi þarna. Hann er bara miður vell að spila vörn. Maður og mann. Þetta er bara alvöru maður. Og Jón setur enn einn í þotninu eitthvað. Nei, hittir ekki. Snorri með sér 10. frákast.
Snorri. Heyrðu. Aron með 3 stiga skot, hittir ekki. Og þessi hefði verið svag. Og Villa Breka. Hann er að fá svona 4. drengurinn. Hann er að fá svona 4. Breki fá sína 4. villu. Það er ekki gott. Það er hann ekki að taka hann út af hefði. Hvað myndur þú gera? Hann er þetta með Víking, hann er stór líka. Já. En hann er náttúrulega búinn að vera að spila svo svakalega vel hérna í svo... Allavega, já, undanförnum mínútum. Það er ekki þægilegt að dræfa á korfuna með 2 metra mannin í tegnum. Fyrir Grindvíkinga fara að segja. Yngvi, hvað gerir hann Draugur? Nei, þetta var... Úps, segi ég bara. Já. Það hefðu getað dæmi hinn eftir að mér fannst hann aðeins svona sveigja sig aðeins fyrir. Þeir gera bara mistök þeir svartklæddu. Það er bara þannig, það er partur af leiknum. Jájá, en fyrir okkur Grindvíkinga þetta var mjög gott. Já, þeir náttúrulega eru hoppandi glaðir, það er bara þannig. En ég skil svekkelsi á Breiðablik, ég skil það bara mjög vel. Hver var þetta sem að... Það var Brynjar, Aron Brynjar, sem var að dræfa á körfuna. Já, hann er komið 3 villur. Já. Heyrðu, en við... Þeir eru ennþá rökræðið við dómarinn þetta. Menn er bara að hætta þessu. Það breytir þess ekki. Halldór. Gríðarlega. Háttu hvað hann stóð beinn og flottur að breyki hann vörðinni. Fær sína 4. villu. Hver? Halldór. Þetta er skjöld. En þeir taka breyki ekki út af með 4 villur. Þeir ætla bara að láta það inn á. Já, Halldór. Og eins með Halldór. Já. Halldór, þeir voru ykkur 15-20 stuðum yfir Grindavík Þór í undanúrslitum móti KR og Halldór fekk sinna 5. villu og þeir voru bara mjög nálægt í að missa það niður. Mjög nálægt í, þannig að hann er mjög mikilvæg fyrir þetta lið. Snorri fer á körfuna. Já, hann fer á Halldór auðvitað og skorar. Auðvitað! 79-73! Hvað er að gera, gott fólk? Þeir eru að koma gríðarlega sterkir inn núna Breiðablik. Það er bara þannig. Hilmir með boltan. Breki setur hann. Nei! Gríðarlega baráttu frákastið. Þetta er til fyrirmyndar. Og Jón fær frítt skot. Þessi er bara onni, hann er búinn. Nei! Og enn takaði frákastið Grindvíkingar í Sóknar Ágúst. Þetta er alveg rándýrt fyrir Breiðablik. Lið sem er búið að vera að taka fullt af frákostum, sérstaklega símið því nota vitið er eiga stígu. Kemur hann, hvað gerir Hilmir? Þessi treystur, þessi er af. Og Snorri með frákastið. 79-73 og Breiðablik í sókn. 60 að munum. Heyrðu, Eyvi. Nei, og blokkar. Yngvi blokkar hann. Og Hilmir skynsamur. Yngvi blokkar Mattías í 3 stiga skoti. Liðsfélagans ekki jafn skynsamur. Heyrðu, þetta er bara... Já, ég verð að vera sammála hann að dómarunum. Menn verða... Þetta er 3. villan á Hilmi, hann er nú engin hættu þá. Nei, þetta er bara partur af þessu. Þetta var dálítið hnúk. Já. Það voru menn hann að frýir í kringum hann. Já. 2 á honum. Hilmir er með 3 villur. Þjálfarastaffi látið vita. Nei, þetta er... Brynjar er bara alveg fyrirmunað þessa stundinni að setja eitthvað niður. Hann er örglónu þreyttur, hann er búinn að spila allan leikinn held ég. Já, menn verður líka að gefa boltanum. Þetta er bara alltaf einu sinni. Sjáu þið, Halldór, Hermann, honum er alveg sama. Já. Hvað er að gerast til minn? Hann ræðst bara á körfuna drengurinn og klárar þetta. Þetta var vel gert líka. Þetta er bara, þeir kalla bara sóló, þeir eru að kalla sóló, Eyvi. Er það? Já, ég veit það ekki, ég heyri ekki neitt. Þetta er allavega þannig. Já, þetta er mikið sóló á báðum liðum. Já, en menn klára, þá kvartar menn ekki. Það eru frítt 3 stiga skot. Hann setur þetta niður drengurinn. Þessi er rándýr, Eyvi. Þarna þegar þjálfarinn öskar í auðra á Breka, hann var latur þarna. Já. Þetta er kannski bara að draga á hann, maður veit það ekki. Hann færa hann að það. Hann getur borgað fyrir þetta, drengurinn. Hann fer á hann. Setur hann á hægri. Hann setur þetta niður, drengurinn. Skul að borga fyrir þetta part. Hann fekk þetta þrist í andlitið. Þetta er 84-77. Og 3,5 mínútur eftir. Breiðablik
Nei, A-lit maður. Nei. Þetta var, hann hefur nú sett erfiðari skotið þetta niður í þessum leik. En Snorri var alveg vonlausur stöðu þarna. Já, þetta var þarna hefði vel átt að vera skynsamari. En það þýðir ekki að ræða það núna. Hilmir með boltan. Já, Grindvíkingarnir vilja síðan taka leikleið hérna. Dæmt vill á Aron Brynjar. Er bónus Eyvi? Já, það er bónus núna, 2 skot. 2 skot. Fjórða villan á Aron. Leikleið hjá Grindavík. 9 stiga munur. Nei, hann er ekki búinn að setja vitinu. Nei, það er 7 stiga munur. Já, þú ert að horfa á tölfræðina. Ég er á tölfræðina, ég kemur aðeins eftir á. Fyrirgefið þið. En 7 stiga munur, 3 mínútur og 10 sekundur eftir. Þegar Grindvíkingar taka leiklega. Hilmir kom með 29 stig og 15 fráköst. Hann hefur aðeins bætt við í seinni hálfleik. Halldór með 25 stig, 6 fráköst og 8 stóðsendingar, hvorki minna. Það eru hérna fullt af tvöföldum tvennum. Yngvi með 11 stig og 11 fráköst og 6 stóðsendingar. Það verður ekki valið maður leiksins, það verður valdir menn leiksins. Það er bara þannig. Breki með 14 stig hjá Blikum og 12 fráköst. Snorri með 18 stig og 11 fráköst. Og Brynjar með 26 stig og 10 fráköst. Þetta eru leik með framtíðina, það er alveg ljóst. Já. Þetta er virkið og spennandi lið, þetta hávaxi Breiðabliksliðið sem við erum að sjá hérna. Það er nú ekki kannski séð mikið af þessum strákum. Undanfarið er virkilega gaman að sjá á komuna hérna í úrslitaleik, ekki nokkuð spurning. Já, þeir heldur kannski að leiklegið verið 2 mínútur í Grindavík. Hver er að fara á línuna? Er það Jón? Já, Jón fer á línuna, 2 skot. Jón fer á línuna, hann er náttúrulega settið 2 gríðarlega mikilvæga þrist en hann hefur kólnað síðan. Alli gerir sér klára til að koma inn á fyrir Jóni og klára að setja vitið. En þetta eiga menn ekki að setja, nei. Það hittir ekki. Jæja, hann verður bara að setja seinna, það er bara þannig. Og Hilmir með gríðarlega baráttu drengur. Já, gott hjá honum. Og Snorri fær boltan og þeir fara á Halldór auðvitað. Þessi var upp úr onni maður. Þetta var rosal. Núna er þetta 50 leikur Eyvi. Hvað gera þeir núna? Núna fara taugarnar að teljast. Menn verðast ekki, og Hilmir, hann setur hann. Og gott feik hann á Jón. Jón með 3 stiga. Og setur hann maður, rosalega sætt maður. Hver er Grindvíkinga? Hann er betri en yngir hann í horninu en Jón, sko, það er alveg á hreinu. Þeir eru ekki búin að segja sitt síðasta Breiðabliksmenn. Langur bolti. Snorri, 10 sekúndur af skotklukku, það er nóg eftir að þessu leik. Aron hittir ekki og Halldór með frákastið. Það er ekki að spurja því. Halldór með sitt 7. frákast. Drengurinn er allstaðar á vellin. Þvílíkur íþróttamaður. 79-86. Núna, ég held að ég verði bara að segja það Breiðablik. Þetta er villa, já. Þetta er villa. Það er 2 skot. Senda sennilega bestu vítaskiptu Grindvíkinga á línuna. Hann getur sett þetta í 9 stig. Jón kemur út af. Jón kemur út af, maðurinn sem var að setja svoleiðis rándýran þrist drengurinn. Það er gott að hafa svona á bekknum, hann er að henda honum þó inn að það verður vesen. Hann myndi setja hann aftur. Og Yngvi brennur af fyrir sínu fyrsta víti. 7 stiga leikur. Hann kemur þessi 8 stiga sendur. Hann lítur nú að setja seinna Eyvi. Já. Koma Breiðablik. 8 stiga munur, 2 mínútur eftir, rétt tæpar. Við þurfum körfu frá Breiðablik, græna körfu. Og fólk á samspil hérna. Herðu, hann fer allalega á körfu. Og skorar. Já, hann gjössalega óstöðandi. Hann þarf ekkert að gefa boltan, hann fer bara á körfun. Nú er fyrir Grindvíkinga að vera skynsamir. Já, mér sýnist 10 sekúndur á skotklukkunni, nú þurfa að vera að hugsa að skora. Og hann fær A-leitn þarna. Þetta var
Þarna var vörnin á Breiðablik algjörlega súfandi. Ég verð að segja fyrir mitt leyti, mér sýnist vera að fara að draga heldur mikið af Breiðablik. En hvað gera þeir? Viðlík barátta. Þetta er Villa á Breki og Breki komin út af. Ítti á baki á Hilmi og það eru 2 skot. Eru þeir búin að missa þetta frá sér Breiðabliksmennið núna? Hilmi 2 skot og það er nokkuð örugt. 90%. Er ekki alveg örugglega 5 villur? Jú, taflan að láta vita. 81, 89, 1 mínútu og 11 eftir. Já. Hilmir að fara að smetla sér yfir 30 stiga múri ef hann setur þessu víti niður. Já. Og það er ekkert smóttinn. 16 fráköst. Þvílíkur leikmaður. En Breiðablik, þeir náttúrulega gefast ekki upp. Þetta eru 7 stig. Og hann setur það. Hann lekur. 90 stiga leikur. Já, það er mikið skorað. 91-81, núna þurfa að snögga körfu. Já, þetta verður erfitt hjá hann. Æja, ég hefði viljað sjá þennan onni yfir. Já, bara smá spenni í þetta. Já, ég veit svo ég sagði í byrjun leiks, ég vildi fá framleggingu. Verið ekki að verða hús mér, sýnist mér. Já, Grindvíkingar ná í einn, sýnist mér. Já, þeir fá... Byggar hérna á heimavelli. Já, Grindavík Þór Þórðarsson. Grindavík Þór Þórðarsson. Við megum ekki gleyma þessum, þeir eru nú heldur betur búin að vera mikilvægi fyrir liðið þessi piltar frá Þórðarsson. Þvílíkir leikmenn. Skipting. Snorri. Dæmi villu. Setja þetta niður líka. Aðsteinn kom með 5 villur. Alli kom með 5 og hann glotti við tönn. Hann glotti við tönn. Og skipting hjá Grindvíkingum. Patrik kemur inn á. Og Hlynur. Og það var skipting líka hjá Breiðablik. Bjarni Steinn kemur inn á. Mattías fór út af. Grindvíkingar eru sennilega bara konum með eina doll í hús og Þór Þórðarsson. Æja, þetta er orðið 3 sókna leiku, þeir brjóta. Já, Brynja brýtur. Það er 4. villin á Brynja. Það er ekki alveg tilbúinir í að klára leikinn strax. Þetta er nóg eftir 40 sekúndur. 9 stiga munur, það eru 10 stiga munur. Það eru 4 sóknir ef við setja alltaf þrista. 3 þrista. Já, það eru menninni Grindavík, Hilmir og Halldór náttúrulega. Halldór er að detti 28 stigin, já. Sennilega 29 ef það er að koma inn á törnfræðina. Þetta eru náttúrulega gríðarlega mikilvægt að vera með. Brynjar tekur 30 stig skot, hittir ekki. Já, þeir eru með 2 leikmenn í liðinu að setja 30 stig. Já. Og síðan þetta framlag frá honum Jóni Þráinsson. Þetta var 13 stig hjá honum. Sennilega 4 þristar og 1 víti. Snorri með þrist. Hann setur það! Já. Þau eru brjóta á Yngva og það er Brynjar og hann er komin út af. Brynjar Ævarsson með 28 stig, 11 frákost og 7 stóðsendingar. Frábær leikur hjá honum. Já, þetta er framtíðarleikmaður, virkilega flottur strákur. Hann er, já. Og Yngvi Brynjar öðru víti. Já. Hann er komið 12 stig og 13 frákost og 7 stóðsendingar. Það eru svakalega tölur þessu stökum. Já, þetta er rosa. Snorri tekur sennilega annað þrist hérna. Við tapboltanum. Góðu ekki bara gróðslu? Nei. 30 stigamúrin. Þetta var læt út á Parinn hjá Halldóri, 31 stig. Þeir eru báru konum með 31 stig. Bæði Hilmir og... Hvernig var að velja sem mann leiksinn? Þeir eru... Já, Andró hérna. Og skjóttu drengur. Og hann... Það heitir ekki. Herðu, Grindvíkingar. Grindavík Þór Þórðarsson, bikarmeistarar í 11. flokki drengja 2014. 96-85. Unnu Breiðablik. Já, í bara skemmtilegu leik. Já, mjög skemmtilegu leik. Mörg skemmtileg tilþrif.
Mikið skora. Margir góðu leikmenn hérna. Já, stuðningsmenn Breiðabliks ánægðir með sína menn. Já. Hvetja þá. Já, kannski ekki á hverju degi sem Breiðablik er með lið í svona úrslitum í yngri flokkum. Já, nú bara... En maður þekkir allavega ekki svona sem maður mann eftir, jú, detturinn einn og flokku. Þetta bara virkilega flottur hópur. Já. Og ég held þessu efstir í sínu reyðli í Íslandsmóti. Geta orðið Íslandsmeistarar. Já. Virkilega skemmtilegt. Já, það er spilaði deildakeppni í þessu flokki ekki núna. Það er ekki fjörliðamót. Nei, það eru bara riðlar. Já, ég held að segja A og B-riðill. Já, skipt í tvennt. Já, ok. Þannig að þetta er bara partí. Ok. Bíðum við eftir formanni og varaformi KKÍ sem koma hérna og afhenda verðlaun. Já. Já, menn fá sína peninga. Og menn leiksins ég veit það ekki yfir. Það er hérna Hilmir með 31 stig og 16 fráköst. Já. Það er svona Hannið Halldór myndi ég halda. Já, Hannið Halldór. Ég fannst Halldór kannski heitt yfir hann var kannski stöður, sko, en Hilmir náttúrulega tók hann að rist og rosalega. Halldór var, þeir voru bara báði frábæri. Já. Báði frábæri. Hilmir er með yfir 50% nýtingu í skotum. Já. Hann er með 53% nýtingu í tveggjastegum og 50% í þryggjastegum. Já, hann er með 39 framlag, Halldór Hermanns með 34 í framlag. Já, þá er það líklegt. Hvað er Brynjar með framlag? 26 og sem er sama á Snorri. Breki með 24 hjá Breiðablik. Fáum viðtal hérna eftir augnablik þegar að verðlaun afhendingu lokið við mann leiksins. Já. Þetta taka menn á móti silfrinu sínu. Já, það verður annar liðið að tapa. Já. Það er bara þannig. Og í þetta skipti var það Breiðablik. Ekki það, maður er nú vanur að sjá græna búningi vinna í þessum kattaflokkum. Njarðvíkingarnir hafa nú verið helviti öflugir í þessum elstu flokkum, sko. Þannig að það er... Það eru 2 Suðurnesjalið búin að spila í morgun og tapa bæði skipti, þannig að þetta er fyrsti Suðurnesjatitillinn núna, á þessum degi. Hver er að spila í júlingaflokki kvenna eftir? Þetta er sem Haukar Keflavík. En það er ekki það, menn hafa náttúrulega haft á orði að byggjörnum líður hansi vel hérna í Grindavík. Það er einmitt það. Já, en bara frábært. Nú verður, Guðbjörg og Hannes knúsa hann að þjálfara Breiðabliks, Jónas Pétur Ólason og skonum til hamingju með þetta. Jónas Pétur Ólason, já, þetta er hann, já. Já, þetta er hann. Já, þetta er hann. Frændi minn. Nú. Já. Við hefum átt að tala það meira í útsendingu. Aha. Það eru skildir. Já. Þetta taka Grindvíkingarnir við velunum sínum. Það er nú ekkert leiðilegt að fá svona gullum hálsinn. Það farið yfir stigaskorið hérna, við erum að bíða. Já, rúlaði yfir þetta. Já, ef við tökum fyrst Breiðablik hérna, þá var Aron Brynjar með 9 stig. Breki Gilvarsson 14, Snorri með 24, Mattias með 5, Brynjar Karl með 28 og Víkingum 5. Frákastæðstir voru þeir Breki með 12, Snorri með 11 og Brynjar með 11. Já. Snorri var með 9 hálfleik, þannig að það dróða á honum. Dróða þess að hann var í seinni hálfleik. Síðan förum við yfir Grindavík Þór. Það var Jón Jökull Þráinsson með 13 stig og Yngvi líka með 13. Hilmi með 31, Breki með 2, Hlynur með 2, Aðarsteinn með 4, Halldór Garðar með 31, aðrir skoruðu ekki. En í frákostunum þá er Hilmi með 16 frákost, hvorki meirinni minna, og Yngvi með 13. Já, Yngvi taka svaka. Halldór með 7. Halldór með 8 stóðsendingar og Yngvi líka. Já. Jæja, nú er komið að hver er maður leiksins? Já, Hilmir. Já, það er Hilmir Kristjánsson. Hann er vel að þessum komin drengurinn.
Hann vel að sem kominn, frábær leikmaður, framtíðar leikmaður. Það taka við byggarnum og Queen-lagið fer að byrja. Þetta er glæsilegt brjóst og þeir bara innilega til hamingju. Já, til hamingju með þetta. Þeir eru vel að sem kominn, þeir eru leikinn. Já, þeir voru heilt að betri. Eitt yfir bara, já, mjög góðir. Mjög góðir. Skúli búinn að taka mynd. Þeir verða að fá að, hlaupa sigur hringja, hvað að gera. Þeir eru nú samt, þeir eru orðið vanir að vinna hann í Grindavík. Já, þeir eru búin að vera nokkru sem Íslandsmeistarar og bikarmeistarar. Já, ekki nokkuð spurning. Þessi árgangur 97. Já. Þeir eru ánægðir með þetta, maður sér það, þetta er líka stór hópur. Þetta sjáum við. Herðu, hver tekur viðtal við hann? Það nú eitthvað. Já, það verður tekið viðtal þetta við, mann leiksins, skilst mér. Nökkvi Harðarsson, sérlegur viðtalsfjárfræðingur, kemur hérna og tekur viðtal við mann leiksins, Hilmi Kristjánsson. Nú, við vilja fyrst myndatöku. Það þökkum við ekki bara fyrir okkur þannig lag. Jú, við getum bara lækkað í okkur. Takk fyrir okkur. Takk fyrir í dag. Takk fyrir okkur.